Já, þetta er kærlustendur. Ég sé hérna núna, ég var að fá mail að nýra áskrifandi á kennitalan.is. Það er að fjölga, það fjölgar og fjölgar. Er það Gústi gýraði? Fólki með viti. Það búið að vera uppgangur á kennitölunni undanfarið. Já. Fullt af spennandi að þetta inn líka. Já, stór skemmtileg lausn. Og við erum náttúrulega... Eða langar í bílastæða þjónustu? Við erum náttúrulega stöndum á bakvið kennitalan.is þannig að við erum ekki óháður en þú veist, þetta er stór sniðurlausn þó við segjum sjálfur frá. Kæru hlustendur, það er föstudagskaffið 25. október, er það ekki örugglega í dag eða? Þetta er líka tvíhliða. Nú? Ef þú stöðum að selja, getur þú farið inn á kennitalan.is, borga fyrir verðmat, svo bara selta án þóknana. Við mælum líka með því að tala bara um einhverja búlu, fá verðmat, setja þarna inn. Og ef þú vilt kaupa, þá getur þú fundið eitthvað til að kaupa. Það er eitthvað fyrir alla inn á kennitalan.is. Ég er ekki frá því. Herðu, já, 25. október í dag. Er eitthvað nýtt í þessu? Svona? Nei, þessi þáttur á að heita Supreme Luxury. Ég er búin að ákveða það. Ok, ég ætla að skráða hérna. Supreme Luxury. Já. Og svo það sé tekið fram að það var enga fréttir í dag. Þetta er svona hálfgerlega tímalaus. Ég er með tímalaus þáttur. Rottalegt breakdown hjá Símon & Pay á fyrirtækinu Hermes. Já. Rottalegt. Já, ég er spenntur að heyra það. Já, það er nú ágætis dagskrá hjá okkur held ég í dag. Sko, þetta er hlaðvarp í Pingjan. Þekkirðu leðuböturna þeirra eða? Hjá Pingjunni? Hermes. Nei, þetta er ekki þannig. Pingjan er með Adda og Ibba. Já. Hermes er með Birkin og Kelly. Já. Hefur ekki heyrt um þetta? Nei. Ok. Ég verð bara að viðurkenna það. Það er aðeins verið að sláðu mér rostan. Ég viðurkenni það. Ég skal ekki segja. Svo er ég með liðin samblanda hugmynda. Já. Sem að geti komið svolítið óvart. Hermes, er þetta hérna tísku vörumerki eða? Er þetta? Þetta er annars stærsta í heiminu. Er þetta í eigu hérna Bernard Arnault? Heyrðu, ég er með sögu því. Hann reyndi. Okay. Hann reyndi. Hent út. Það fekk ekki. Já. Elsku kallinn. Vorum við einhvern tíma búin að segja nickname hans? Bernard Arnault? Já. Nei, veit það ekki. Það er Úlfurinn í Kashmir. Jú. The Wolf in Kashmir clothing. Leið og þú sagðir þetta, þá bara ég fekk flashback sko. Já. Við erum alltaf verið að tala um hann í meir en 2 ár sko, kallinn. Já. Rauninni byrjaði að tala um hann svona áður en að var sko, því að hann náði fyrst athygli þegar hann var officially ríkasti maður heims sko. Já. Eða þú veist svona eitthvað hérna mainstream media held ég sko. Já, nei það er mainstream, það er lamestream. Það er nýja orðið. Lamestream media. Ekkert meira lame en lamestream media. Sammála því. Kíkir á vísi.is. Ég er með sko, ég ætla að vera með topp 5 fárlegustu hluti sem hægt er að kaupa á Alibaba. Já. En þetta er samt ekki fárlegustu, þetta byrjaði þannig, en svo fór þetta eiginlega út í bara svona fyrir frumkvöðlana. Það sem þú getur keypt á Alibaba. Hvenær ætlar að taka top 20 weirdest requests til OnlyFans stjarnana? Já, það við gerum það seinna. Vilt þú ekki lofa í næsta þætti að þú ætlar að vera með breakdown á OnlyFans? Jú, ég tek OnlyFans og orkumarkaðin. Ég er búin að vera að vinna í bæði. Það er í næsta? Já. Skemmtilegt. Herru, ég er aukþess, ég ætla að fara yfir að nýtt land í dag, hagkerfi Chile. Já. Sem ég ætla að svona hvað sé, reifa á hundavaði. Já. Nú, svo er eitt sem ég sá bara rétt áður við fórum í loftið og ég verð að taka það. Ekkert land í Suður Ameríku sem gengur betur til Chile. Já, það er svona kannski mestu uppgangurinn þar, en kannski ekki beint sterkasti efnahagurinn, en þú veist, svona með því sterkara sem finnst og mestu uppgangurinn. Nú, sko, ég verði eiginlega að koma inn á þetta, bara, ég ætla að gera það eftir, en það er svona smá óundibúin grein hjá mér sem ég er ekki búin að undibúa mikið, þannig að ég fekk ChatGPT aðeins til að hjálpa mér að undibúa það. Við skulum koma inn á það eftir, en áður við komum að því, þá ætla ég að sjálfsögða að nefna Jómfrúna. Já. Núna eru sko, það er verið að bóka upp nýja árið sko. Já. Það er komið í fullt sving og eins og við höfum nefnt að þá er vinahópurinn, það er heitt að fara með vinahópin núna í byrjun árs. Gamla ári líka er eiginlega bara gamla ári Jómfrúnar. Þeirra actual áramót fyrstu, þeir eru með 2 okkar ári. Já. Er hérna deginum áður en að jólahlaðbárum byrja. Já. Svo koma þau. Já. Svo kemur áramót nummer 2. Já. Svo byrja nýja ári. Já. Þannig að þú ert að tala um 1. janúar. Já, svona í janúar, já. Það er nýja árið sko. Já. Taka vinahópin út og fagna þessu. Ég held að það sé mjög upplífgandi hefð að gera það.
Ég janúar oft leiðilegu mánuður sko. Líka þau eru aldrei mætt. Skelltu þau bara á jómuna. Það eru margir sem hafa aldrei farið áður. Takk ég hálfa. Bara til að prófa sem fest. Það vart að fara í fyrsta skipti, hálfa. Ekki spurning. Eins og ég átt yfir með að rækjupíramídum daginn sko. Ég tók 1,5 rækjupíramídum. Já, 1,5. Það ekkert verið að diversify. Og gúmmilaði eftir rétt maður. Rósbíð Timbramansins hefði verið fín þarna með. Já, taktu 1,5. Herðu, Teija, þetta náttúrulega, sko, hvað talaði þú Það er bara hotlast að sitjast niður og þegja. Skrási á Teija. Ég var nú með lítið biskviss. Ekki láta þið beigja, komdu í Teija, segir. Já, ekki láta þig yfir borðið beigja. Komdu í Teija. Og vininn brett upp á og segja þér nei, ekki svoleiðis. Bara eins og þið þekkið orðið Teija, þarna ertu að fá greiðslu innan 24 klukkustunda. Þú veist, það er daginn eftir, þá er greitt út, það er föstgjöld. Íslensk og góð þjónusta og bara allt í toppmál. Ég held að það þurfa ekkert meira að segja Teija. Þau voru samt með lítið quiz. Highest grossing media franchise sögunar. Hvað bara með vörumarki? Media franchise Mestar tekjur, tengt merch myndi ég segja. Sjónvarpsefni. Toy Story, Pixar. Sko, nei. Þetta var satt gott gísk. Já, fínt gísk. Númer 1 er Pokémon. 119 miljardar cumulative af film, TV, leikir, merch, DFD, prent. Það hefði svo sem geta satt sér þetta svona. Það er að vera vitur eftir á. Það er nefnilega búið að vera að uppfæra þennan lista. Hello Kitty var númer 2. Tröllríður Asíu. 3, Mickey Mouse. 4, þessi er óvæntur. Winnie the Pooh. Er Toy Story ekki á undan Bánsímon? Nei. Sem er eins og ég segja, óvæntur. 5, Star Wars, Super Mario. Disney prinsessur, þeim er hent saman í kuðla saman. Það hallar á hvernmannin enn eina ferðina. Þetta er nú samt Wikipedia listi sýnist mér sko. Og þú sást nú hvað ég gerði í Bretlandu daginn. Ég ætla ekki þangað. Nei, byrju hvað gerðu þið? Við getum bara orðað þannig að Wikipedia er orðið ansi. Þau eru hálmís þess dagana. En byrju hvað er Toy Story á þessu lista? Það er bara ekkert á þessu lista. Þá er þetta bara eitthvað hóks sko. Já, ég er enda samanlægir. Kötta þetta brúð. En númer 8, það sem ég veit ekki Það pípa yfir þetta allt. Anpan-man, hefur það heyrt það? Nei, aldrei. Anpan-man. Það er kannski ekki þetta. Já, það er þessi. Þetta er hann Anpan-man. Ok. Aldrei séð það. Kannast ekki við hann? Nei. Þetta er eitthvað japanskt. Þakka fyrir þetta. En ein spurning, veistu hvaða korp heldur utan Pokémon? Þú veist, hver á það? Er það ekki Sega eða? Ég skal ekki segja. Ég veit ekki, þú mátt googla þetta. Já, Nintendo. Já, það er bara Nintendo sem á Pokémon. Já. Ok. Já. Shit. Herru, þetta var í búið Teija. Takk Teija. Já. Herru, svona til að kickstarta þessu. Sorry, ég verði eiginlega að byrja á þessu sem ég var að sjá. Ég bara svona rétt á milli upptaka hjá okkur. Skrappið inn á The TikTok. Já. Aðalega svona í þeim tilgangi að skoða bara. Þú veist, ég er ekkert mikið að skrolla vídeo. Ég er svona meira, þú veist, ég er creator inn á Auratal. Já. Og svona skoða stundu bara svona nýjustu fylgjendatölur og annað og þetta kemur bara myndband af ríkisstjóra eða ef ég á að segja ríkisstjóra DeSantis eða? Nei. Býttu nú við, sko, ég bað ég bað ChatGPT að bara summera þetta upp fyrir mig því að, eins og ég segi, ég bara sá þetta rétt fyrir upptökur. Já, þá sá ég þess að ríkisstjóra, ef ríkisstjóra skal kalla Liberland. Já. Hefurðu heyrt um þetta? Er þetta eyjan hann að norður af Bretlandi eða? Nei. Liberland, nú er ég að lesa beint upp eftir ChatGPT. Formlega nefnt frjálsa lýðveldið Liberland, Free Republic of Liberland, er sjálfskipað lítið ríki á svæði við landamæri Serbíu og Króatíu. Það var stofnað árið 2015 á tékkneska stjórnmálamannum Jedlika. Liberland er staðsett á litlu svæði sem er 7 ferkílómetrar við bakka Dónár á milli Króatíu og Serbíu. Þetta svæði er óumdeilt og hvorki Króatíu en Serbía hafa formlega lýst yfir á þeim yfir því sem er hluti af ástæðinu fyrir stofnun ríkisins. Ok, stofnun og hugmyndafræði. Stofnað eins og ég segi 2015. Hugmyndafræði Liberlands er byggð á lágmarks ríkisafskiptum, frjálshyggju og frjálsum markaði.
Stjórnarskrá ríkisins leggur áherslu á persónufrelsi, takmarkaða skatta og að stjórnkerfi sé fyrst og fremst til að vernda réttindi einstaklinga. Hins vegar hefur ríkið ekki hlotið formlega viðurkenningu frá neinu ríki eða alþjóðlegri stofnun. Nokkur ríki hafa tekið eftir tilrauninni og ýmis frjálslynd stjórnmálasamtök hafa sýnt stuðning við verkefnið. Þannig að það sem er að gerast hérna, Yngvi, að það er verið að stofna eitthvað algjörlega liberal bara land. Þar sem að ég sá það í vídeónu þar sem að gjaldmiðillinn á að vera rafmyntir. Þau eru komið einhverja velvild frá Ethereum, Butevik, hvað heitir hann aftur Butenik, stofnandi Ethereum. Og ég fekk ekki alveg nógu góðar upplýsingar, þannig að ég spurði bara svona út í export, import, eru þið með útflutningsvöru, innflutningsvöru, hvað búa margir þarna og þar fram eftir göttunum. Og kemur í ljós að Liberland claims to have tens of thousands of application for citizenships, að þau séu fleiri 2000 manna sem séu að sækja en already there. Já, þú ert komin inn á síðan þú getur sótt bara hvað sem bara ríkisborgar rétt. En það er 700.000 sem hafa sótt réttin samkvæmt þeim. Snið. En íbúafjöldin sem þarna nú þegar er mjög lítill ef nokkur talaður og því að Króatía heldur uppi eftirlit á svæðinu og hindrar að fólk setjist þar af varanlega. En þau eru í einhverju baráttu núna og þau bjóðu upp á svo kallaðan ríkisborgarrétt sem er svona rafrænt bara. Ég er náttúrulega eistneskur netborgari, það er í residency þar. Já, er það já. Gekk það 2017, ég hef reyndar ekkert gert með það en það er svona bara meira stolti. Hefurðu öll réttindi sem ríkisborgari þá eða? Til að stunda viðskipti. Það er búið að breyta því núna þegar ég sækja þetta 2017 þá þurfti maður að fara til Ísland, stofna bankareikning og þá gastu gert það sem ég sýndist. Og ég var nú ekki að nenna eða peningi það að fara til Íslands að stofna bankareikning bara upp á kúlið. En ég hef haldið ríkisfanginu og í dag er þetta orðið þannig held ég ef að þú sækir þá þarftu bara að fara í sendiráð einhvers staðar í Evrópu og sækja þess að kortið þitt, ég er örugglega með þetta í veskinu mínu en það gengi ennþá með veski. En og núna getur heldur bara að stofna bankareikning, fyrirtæki, allt online og þá getur bara að byrja að selja inn á Evrópusambandið. Þetta er svona fyrir netborgara. Þetta er áhugaverð tilraun sem er í gangi þarna og eins og kemur fram þetta, flestir ríkisborgarar eru ekki með fasta búsetu, það heldur styðja við hugmyndafræðina og verkefni á fjarlægan hátt. Nú, landsframleiðsla, það er ekkert opinbert þar. Öll efnahagsleg virkni byggist að mest á stafrænni tækni, framlögum og fjárfestingu frá stuðningsmönnum. Liberal hvetur til notkunar á krypto, sérstaklega Bitcoin og þau eru með eigin gjaldmiðil Liberland Merit, LLM, hugsað til viðskiptastjórnunar og sem umbun fyrir framlag til samfélagsins. Glæpatíðni setti ég líka hérna, það er ekki fastir íbúar þannig að það er ekkert það. Þetta er trick question hérna. Are you willing to move to Liberland? Ertu að spyrja mig? Nei, það er verið að spyrja mig hérna, ég er að sækja ég er að hugsa að segja já. Já, mögulega. En skattar, það er talað að skattar séu valfrjálsir og þetta er allt byggt á framlögum eins og staðinu núna. Lítið þróaðir innviðir og vegna lagalega ágreininga við Króatíu hefur bygging og varanleg búseta verið takmörkuð, svæðið er að mestu óbyggt og án virkra bygginga. En þetta er, eins og ég segi, verkefni, framtíðarverkefni og ég er, hér er bara verið að búa til nýtt land í rauninni. En eins og ég sagði, þá er þetta Liberland ekki viðurkenda af neinu aðildarríki Sameinuðu þjóðanna en eiga samt í einhverjum svona óformlegu samskipti við samtök sem að Sameinuðu þjóðannar? Já. Great. Er það ekki svona, þú veist, bara mest megnið af heiminum? Jó. Í því? Hvað var það aftur? Til hamingju Katar, voru þau ekki að fara í mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna? Já. Þetta er algjör snill, þetta Sameinuðu þjóðir. Þannig að þetta er svona meira kannski pólitískt, svona hugmyndafræði tilraunaverkefni frekar en formlegt ríki eins og staðan í dag, En þau tala markmiðið er að vera svona miðstöð fyrir rafmyntir og lámars ríkisafskipti sem að þú ert hrifinn af og ég líka sjálfur sér þannig að frjálslyndi, lifið okkur lífið friði. En það vantar náttúrulega bara þróaðan efnahag og fasta íbúa og náttúrulega fyrst og fremst viðurkenning frá öðrum ríkjum til að
allt fara á fullt svinga þarna, en þú veist, þetta er mjög spennandi verkefni. Ég er allavega búin að seifa hjá mér nokkuð vídeo hérna, bara svo ég muni örugglega eftir þessu til að festa þetta í algoritman. Ég væri alveg til í að sjá fleiri fréttir af þessu. Já, akkurat. Herðu, já, þetta var svona óvænt dagsins hjá mér. Þetta rétt hjá mér hérna. Qatar elected UN Human Rights Council. It makes perfect sense. Já, svo googla maður Qatar Human Rights og það fyrsta sem kemur upp violations, significant human rights issues. Saminuðu þjóðina, þetta algjör snilt. Já. Við ætlum að gera meira þar. Heyrðu, ég held að fæst orð beri bara minnst ábyrgð. Já, ég segi ekki meira. Ímislegt sem hann langar að segja. En Heyrðu, long og short, búðu hafsins. Skottist út í búð. Það verið að móka upp skarkóla. Hann hefur aldrei verið ferskari. Stutt í síldina, jólasíldina. Já, hafi verið með þetta frosna rækjur í kæli. Hana geti ég ekki, sko. Sítrónur, ég held að við ferskustu sítrónur á landinu. Það í hafinu. Já. Það eins og rúbrauði líka, við verðum að auðvitað sjáta á þetta luxus rúbrauð. Þetta náttúrulega bara eitthvað annað frumefni í þessu dóti, sko. Guð veit hvað gerist á baku þetta borð. Ég hefði á tilfinningunni að það sé prestur bara meðhandla þessar sítrónur eins og ball þegar verið að skýra þau. Það bara svona, þetta handþvegið af einhvern prest þarna á baku, sko. Með heilugu vatni. Já, heilagt vatn í að þvo allt sem kemur inn fyrir hafsins dyr. En við þurfum því miður. Það þarf að skortselja eitthvað. Já. Getur ekki bara verið long. Hvað ætlum við að shorta? Ég myndi shorta. Þú hittir naglan á höfuð. Já, það eru vinstri menn í Noregi. Sósíalistaflokkin. Já, vinstri menn í Noregi. Aftur? Síðast líka? Já. Ég hitti nefnilega blaðamann frá Undercurrent News. Þeir geta nú ekki hafa gert meira af sér heldur en síðast. Jó, ég hitti nefnilega blaðamann frá Undercurrent News, sjávarútvegsráðstefnunni. Sem að ferðast vítt og breytt heiminn og hann sagði mér, það reyndar ekki komið inn á tölur á bakvið, hann sagði mér bara að ákvörðun Noregs eða vinstri mannana hérna að sitja hann ofur skatt, ég held sér 40% hagnaði eða eitthvað á eldið í Noregi sem farið að backfæra allt svakalega fjárfesting byrjuð að dragast saman, fyrirtækin sjá sér ekki lengur hag í því að vera að reyna að byggja upp þarna í kringu sig þar sem þetta byggðist allt upp heldur við núna að leita til annar landa minni peningur í nýsköpun, fjárfestingi í innviðum hefur dreifist aftur og einfallega út af því að það bara verið að taka allt og stóra nobba af því sem að fór í uppbyggingunni í kringu það í gömlu góðu hítina þannig að við segjum bara takk vinstrimenn í Noregi við getum ekki beðið eftir að sjá skattfylkinguna hérna heima eftir kostningar hvað ætli að verða það fyrsta sem þeir eyðileggi ég hef mikla áhyggjur af þessum reyndar, eignaskatti sko annar punktur sem kom eins og með vinstrimenn í Noregi sem eru gjössalega að skatta óðir og það sem við erum að fara að kjósa yfir okkur þau eru samt með þjóðarsjóð þurfa þau í alvörunni að taka meira þeir eru sko ég held að það sé $200,000 per íbúi þannig að fólk er búið að benda á af hverju látaði fólk ekki bara í friði meðan þessi þjóðarsjóður liggur á öllu sem liggja þarf á ég bara í alvörunni tala maður hefði haldið að þau gætu verið svona frekar frjálslynd hvað þetta varðar meðan að þau liggja á þessum drjúgu sjóðum sko en það þarf að skatta allt besti lærdómur er ofta á eigin skinni þannig að maður er mjög spenntur að sjá svona þegar við erum byrjað að skattpína okkur ennþá meira eftir kostningar en við erum long miðflokkurinn þú varst ekki long sítrónundar í hafinu Jú líka en ég sá nefnilega eða heyrði einhverstaðar að miðflokkurinn er með þá hugmynd á borðinu að það verður hægt að velja í hvað þú sittur auðvitað fjölmiðla Já, þetta var hugmynd var þetta ekki síðustu kostningum þetta var samt ekki sett fram ég man að Sigmundur talaði eitthvað þetta sko, ég ætlaði bara að segja við höfum komið inn á þetta nokkur sinn maður ég hugsaði bara þetta tala mjög vel við okkar hugmyndur val að eyða sköttunum Nei, sorry, þeir töluðu að greiða út afgang til borgara afgangur ríkissjóð nýjasta nýtt er bara að þú munir fá að velja þetta finnst mér brilljant ég held að engin annar kom með þessu hugmynd Nei, þú veist, þú komst með þetta með listamannalaunin á sínum tíma þú mætti bara fá að velja og líka fyrir fjölmiðlana nú er ég að heyra þetta fyrst í pólitískri umræðu að það er að fara að gefa okkur val mér finnst það bara brilljant það er svona 10% fylgi sem liggur þarna baki ef það á að halda úti listamannalaunum eða öðru til dæmis, þú veist, þá bara átt að fá að velja Hætti að sitja í einhverja fokkin nefndir legur fólkinu bara að velja þetta er líka, þú veist auðvitað verður þetta einhvers konar spilling þú veist,
einhverjur orðir svona góðkunnari í þessu að fá alltaf hennar styrk og því líklega að þeir fái árið eftir skilur því á þess að delivera neinu það nú dæmið það fólk hérna árum saman keppast við að skrifa eitthvað það er auðvitað að skrifa það er nú alveg dæmið það að einhver hafi legið á þessi í 5 ár já, svo erum við Björn Berg hann var bara, herði þetta eru bara 1000 orð á dag 3 mánuði, yfirlestur gefa út bókum peninga, bara don Eyþór Völur og Kó herði, eigum við að skrifa frasabók eða eigum við að byggja eftir að fá styrk ef við ekki bara skrifa hana, við viljum skrifa hana já, hann er þetta það er þessi þjáning listamannsins Ingvi sem þú þarf að taka inn í sko. að það sitja svoleiðis yfir fartölfunni og þjást hvaða orð kemur næst þú þarf að fá greitt fyrir það nei, herðu, það væri gaman að geta fengið allavega að velja ég myndi sitja miklu meiri pening í málverk ég er að reyna að tengja hérna þessa tölvu það gengur og uppistandarar það væri hópur af fólki sem að svona svolítið talar gegnum menningu hvers tíma ég myndi setja allt í netuna sko já ég er að segja það eða tónlistamenn hugsaður að þú fengi bara að kaupa miða á tónleika með framlæginu var það ekki þannig sem þú gert í COVID ég veit ekki nei maður ekki herru skemmtilegt en fyrst þú talar sko að þú varst að tala hennan þjóðarsjóð ég glemdi að nefna þetta með Írland í síðasta þætti Írar náttúrulega og þú veist, þú ert að tala þessa eigna upptöku sem er, þú veist, eignaskattur er ekkert annað en bara eigna upptaka Írland náttúrulega laðaði til sín, ég held að það hafi verið, var það ekki eftir hrun sem þeir lækkuðu fyrirtækjaskattin alveg ævintýralega getur verið og þú veist, laðaði til sín, ég menna þú veist, Google og Meta og Apple, allir með höfuðstöðu var þarna sko ég fór nú í atvinnuviðtal eftir hrun LinkedIn í Dublin nei það? Var það fjár eða varstu á það var fjár en mér var búið í seinni fasa þannig að einhverju hluta vegna völdu þau Dublin af öllum stöðum í Evrópu LinkedIn er ekkert ég ætlum að þetta Guinness nei, en þú veist, þetta er bara sýnir sig enn og aftur nú eru Írar, þeir bara veit ekki eins og hvað er að gera við þennan pening þeir eru að grát biðja að Meta þurfu ekki að borga þeim sekt þú veist, þeir eru bara að leggjast á bæn þeir vilja ekki þú veist, taka við einhverju 12 hvað var þetta aftur? Þú voru líka neitt til að hækka skattprósentuna núna já, upp í 15 já, og það er einhver svona alheimsskatti sem og þú veist einhver ríki fara svo bara fram en sko, Meta var sagt 14,2 miljardar króna vissulega og já, þetta var grein á viðskiptablaðinu, hvernig enduðum við hér hún er vissulega lokuð en já, afgangur að rekstri ríkissjóð Írlands í ári 9 miljardar evra sem samsvarar 1356 miljónum íslenskra króna á gengi dagsins í dag þú veist, eins og ég segi hvað gerðu þeir? Þeir lögðu að sér þeir bjuggu til gott umhverfi fyrir tæknirissa og bara fyrir fyrirtæki almennt til að þrífast og hvernig skilaði það sér? Svona þeir veit ekki hvað þeir eiga að gera við peningin sko helviti Írlandi, það er gaman í Írlandi, hefur þú farið það? Nei, ég hef reyndar ekki farið Dublin er flott sko en já, þeir vilja ekki taka við þessari sekt sem að Meta fékk það er staðan þannig að, já, eitthvað sem Ísland gæti mögulega að tekja sig til fyrirmyndar, veit það ekki sko ég er með hagkerfi Chile og ég er með topp 5 heimskulegustu sniðustu kannski, hluti sem hættir að kaupa Alibaba ef að taka það? Nei, förum í Chile sko, þú ert með það ég er með rosalegasta market breakdown sögunar í Símans, við ætlum ekki á Hermes ætlar að hafa það í búið Símans ég ætla að hafa í búið góð leigu þú mátt bara ríða á vaðir ég ætla að fara yfir hagkerfi Chile svona á hundavaði sprett úr spori og talandi upprisu Chile þá er góð leiga náttúrulega í mikilli upprisu núna þau eru komið með þetta byltingakennda vetrartilboð á, þú veist, af öllum stærðum og gerðum í rauninni, þú ert með allt frá litlum Hyundai og upp í luxuskerrur, Mercedes-Benz og þú færð 10.000 króna afslátt af fyrsta mánuði ef þú skrifar 8% pingjan og ef þú spyrir mig, Yngvi, þá er þessi vetrarlega eina viti sko því að þetta er eiginlega lýgilegt hvaða munar á til dæmis að taka heilsárs, þú veist, auðvitað hentar að einhverjum að taka heilsárs eða 2 ára eða 3 ára en þú veist, vetrarlegan á tökum sem dæmi Suzuki Swift 79.900 svo
ef þú myndir taka á 3 árum þá það 88.900 á mánuði þannig að þú sér það vetralegan borga sig Já, það útdýrar að stökkvinn og Já, það útdýrar bara frá septi maí þannig að kannið þetta inn á golega.is þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið nú hagkerfi Chile hagkerfi þeirra Chile búa það 45. í röðinni yfir hæstu landsframleiðslu ríkja heimsins þeir eru í 45. sæti 336 miljardir bandaríkjadollara árið 2023 sem þó ekki nema $17 per capita eins og við segjum landsframleiðsla á haus sem samt ekkert slæmt í Suður Ameríku sko þau eru á bara það var svona letdown ágætis gengið þar sko. Þetta var samloka hjá þér Já, þetta var svona beigðu upp, braut niður beigðu upp en sko árinu 2022 ég bara með gögn hérna frá 2022 þá var útflutningur $99 miljardar og innflutningur 96,4 miljardar þannig að þau eru að flytja meira út en þau flytja inn sem vel nú sko ef við förum bara yfir ef við byrjum bara á þeirra helstu útflutningsvöru sko hagkerfi Chile rauninni stórmerkilegt út af fyrir sig vegna þess að þau eru stærsti framleiðandi og útflytjandi heims á kopar og sko við erum að tala um að af útflutningstekjum þeirra yfir 50% kopar þannig að það stendur undir ég held að það séu 52% eða svo og þau eru með risastóra kopanámur heitir hérna Escondida og Chuquicamata eitthvað kann ekki lesta og þú veist og þessi iðnaður þarna í Chile gerir þau náttúrulega ómissandi Escondida gerir þau ómissandi ómissandi leikmanni bara á þessu markaði koparinn og koparinn náttúrulega, þú veist, þetta einhver leiðari og þetta notað í ýmislegt, þú veist, þetta ekki kannski beint á útleið myndi ég að segja, heldur þvert á móti. Svo Chile líka hluti af það sem við köllum, það sem kallast lithium þríhyrningur ásamt Argentínu og Bólivíu. Ég elska að læra eitthvað svona sko. Maður búin að lifa með Bermuda þríhyrningnum þetta 30 ár sko. Þannig að sko Chile ásamt Bólivíu og Argentínu ríkt af lithium auðlindum og það sem náttúrulega gott við það að það spila lykilatriði í þessum orkuskiptum við erum að tala um þessi lithium batteri þessar rafhlöður bæði fyrir síma og rafbíla og annað sko þannig að eftirspurn eftir lithium hefur að vaksa gríðarlega hratt sökum þessa grænu orkuskipta á heimsvísu sko lithium samt ekki 7,8% af útflutning 7,7 miljardir dollara nú þriðji stærsti útflutningsgreinin hjá þeim eru dýraafurðir við erum að tala um kjöt, fisk og sjávarafurðir og það ekki margir sem vita það en það svona að fyrir tvennum sögum það að Chile annarkvort næststærsti eða þriðji stærsti útflytjandi á lax í heiminum vissirðu þetta? Já, bara eftir Norge? Já, eftir Noregi en einhver listi sagði Svíþjóð á laxi? Nei, það er ekki séns Þannig að ég held að við sláum því föstu að Chile sé næststærsti útflytjandi á laxi í heiminum Já, og normennir eru náttúrulega þungir inn í Chile hafa tekið þátt í að fjárfesta og byggja þetta og svo eru aðra stóra sjávarafurðir sem eru fluttar út kræklingur, betur þetta sem bláskel í skeljónum sko, svo eru þau með bleikju en svo eru þau náttúrulega líka bara í agriculture skilur þau eru að farma og þannig að dýraafurðir eru í heildina 9,3% af þeirra útflutningsverðmæti fjórði þátturinn ávextir og landbúnaðarvörur maður svona einhvern veginn hefði getað séð það fyrir sér þau eru svona tropikal einhvern veginn mjög fjölbreyttan svona landbúnaðar útflutning þau eru stór í vínberjum, eplum, bláberjum, kirsuberjum avokado og það náttúrulega lofslæði sem gerir landurinn kleift að framleiða ávexti bara allt árið þannig að ávextir og landbúnaðarvörur 8,3% af heildarútflutningi svo eru við með kannski ekki alveg 5. stærsta en svona ágætlega stóra heimsvísu og það er vínið
Þau eru eitt stærsti vínútflytjandi heims. Þau eru með svona frekar vönduð vín. Ég veit ekki hvort að Stefán Einar sé sammála mér, en það er það sem hérna var sagt í þessari grein. Það einhver flaska sem að sé reglulega sem frá Chile, sem svona... Mitt uppáhaldsvín frá Chile. Það er Koyam. Koyam? Já. Og hérna... En sko, útflutningur á víni frá Chile um 2 milljarðir bandaríkjadollara og gerir það svona tæplega 2% af heildar útflutningsverðmæti þeirra. Hún getur, maður sjá, Koyam Wine hérna. Já, ég held ekki þetta. Já, þetta ógeðslega gott, sko. En nóg það. Hvernig er það skrifað? C-O-J-A-N? C-O-Y-A-M. Ufsilon? Já, Koyam. Já. Þannig að, já, förum í innflutningsvörur. Ég ætla að reyna að vaða svona yfir þetta fljótt. Þau eru háð, þau eru náttúrulega gríðarlega háð eldsneyti og fleiri olíuafurðum. Þetta er mikið svona iðnaðarhagkerfi og hvað? Average rating á sér 1,5 stjarna og við Vino. Nei. Það er eitthvað svona láglaunasvill. 4,3. Já, það er eitthvað rugglaður. Það er eiginlega bara... Þú sástu með þarna, ég viðurkenni það. Þú varst í 4,2. 4,2. Á við Vino. Já, en sko, þau eru háð eldsneyti og olíuafurðum, innflutningur 22,7%, sem sagt af heildar innflutningi eldsneyti og olíuafurðir, vélar og tæki, svona iðnaðarvélar, námuvinnslutæki, byggingavélar, tækni, búnaðar og fleira. Það eru þetta mikilvægur innflutningur til að styðja við þessa námu og framleiðslu bara sem í gangi þarna á málmum og efnum og öðru. Eitthvað svona Marel þarna í Chile sem þú eru auga á? Nei, en ég ætla samt að taka hérna stærsta fyrirtækið á eftir. Já, ok. Sko, eins og ég segi, já, vélar og tæki stendur undir 19% innflutning, svo erum við með bíla og önnur samgöngutæki, þau flytja inn mikið magn, sko, fólksbíla, vörubíla, aðalega frá Japan, Bandaríkjunum, það er 12,7% af innflutningi, og svo hérna efnaafurðir 9,4% og þetta felur í sér svona iðnaðarvörur sem eru notuð bara í námu, iðnað og landbúnaðar og aðra greinar. Og svo eru lyf inn í þessu líka, svona frekar há í svona... Testa? Nei, bólusendingar, vaccines. Já, ok. En hérna, já, það eru þessi 9,4%. Nú, sko, eins og ég segi, verg landsframleiðsla, GDP, 336 miljardar til að vera nákvæmur. Og sko, það er talað að Chile sé eitt af þróuðustu hagkerfum í Suður-Ameríku. Og núna, það er búið að vera ágætis uppgangur og það litið á sem dálítið svona fyrirmynd þegar kemur af efnahagslegum stöðuleika. Ég fór að tjekka á verðbólgunni, hún er bara eitthvað frekar lág, sko. 3, maður sjá, hún stendur, sýnist mér í eitthvað, já, svona í milli 3 og 4 og var náttúrulega spækað aðeins upp í COVID en ekkert eitthvað meira en eðlilegt þykir því að við náttúrulega höfum verið að sjá Argentínu og fleiri lönd í Suður-Ameríku, það er bara allt í steik, sko. Þau hafa verið þokkalega stöðu á árunum 2017, 18, 19 voru þau bara undir 2,5%. Þannig að, þú veist, það hefur verið ágætis stöðuleiki þarna, þó er alveg verið að mótmæla ýmsu, það er stéttaskipt þarna. Gated communities. Já, þetta er sko, maður sjá, ég var nú með einhvern punkt þetta hérna. Kottu með the goddamn juice. Segðu okkur frá fyrirtækinu og mælikvarðin góði. Já, ok, sko, já, það var gerð einhver svona smá uppreist 2019-20, það hafa verið að borga og lágt og annað, sko, en svo eru hérna áhugaverðar staðreyndir, sko, bara hagkerfi Chile. Það eru tilraunir í gangi til að fjölga þessum stoðum hagkerfisins, því að, þú veist, þau eru náttúrulega rosalega háð kopar. Þetta er svona smá eins og við erum háð, við erum alltaf talsveit minna háð áli, en það er rosa stór hluti af útflutning okkar, sko. Það er bara eins og Ísland 1990, bara með seafood. Já, þetta er smá þannig, sko, en hérna, það hefur verið að vinna markvisst að því að fjölga stóðum hagkerfisins, pluss það að verða á kopar er náttúrulega bara sveiflukent, þetta er bara rávara. Er það kopar eða nikkel sem man tengist þannig rafbílunum? Annarkvort er að trakka hérna eitthvað með rafbíla, annarkvort kopar eða nikkel. Kopar er náttúrulega, já, bara leiðari skilur og hægt að nota í ýmislegt, sko. Já. En sko,
þeir eru vinna hartað nýsköpun í landbúnaði, bara, þú veist, eins og við erum að vinna hartað nýsköpun í sjávarútvegi. Þá eru þau náttúrulega með þannig loftslag að þau geta verið leiðandi á þessu markaði. Þau eru náttúrulega búin að vaxa hratt líka í laxinum og eins og þú segir, Norðmenn komnir þarna inn og það er verið að kalla þetta meiri sjálfbærni í sjávarútvegi hjá þeim, eins og vissulega einhvers staðar, annars staðar, flestum stöðum. Nú, Chile sko, þetta eitt stærsta neta fríverslunarsamningum í heiminum. Heldur séu samt undir Íslandi hérna, það eru yfir 60 lönd, öll þessi helstu, Bandaríkin, Kína, Evrópusambandið, Japan. Mér skilst að þetta sé ekki svo þróað í öðrum Suður-Ameríkuríkjum. Nú, svo er hérna lithiumið. Það er bara á uppleið og við vitum það er aukinn þörf og þau þurfa að þú veist, þau eru bara í lykilstöðu til að njóta góðs af þessari heimsbylgju, sko. Ég átti að hreinni orku, en já, eins og ég segi, sko, landi glími við þennan tekjuójöfnuð. Já. Og það hafa verið svona alls konar mótmæli undanförnum árum. Það hafa verið að krefast betri eftirlauna og heilbrigðisþjónustu og menntunar og fleira. En sko, það sem er áhugavert við Chile er að þau eru dálítið framalega í startup pælingunum. Ok. Og þau setja á fót Startup Chile. Sko, nú er ég að reyna að finna þetta sko, hérna er þetta. Ég spyr mig hvað þau eru að gera til að laða fyrirtæki í tækni og upplýsingageranum og það er þetta Startup Chile og það er bara markmið að laða frumkvöðla og sprotafyrirtæki hvaðan af úr heiminum og það er eitt fyrirtæki sem að mögulega þú geti kannast við sem að er on the rise, heitir Spline. Hefur heyrt þetta? Nei, ok. Þetta er OnlyFans dæmi? Nei, þetta er talið svona eitt mest promising fyrirtæki í hugbúnaðargeiranum. Þau eru dálítið að einblína á hugbúnaðarfyrirtæki, skapa gott umhverfi fyrir þau. Og þetta Spline er svona, ekki að segja leiðandi í einhver svona 3D web experience en eru svona, já, on the rise þar. Og þau eru með skattalega hvata, eru að bjóða upp á, þú veist, að eitthværa laun og annað og svona R&D þróun og fleira. Rannsókn og þróun. Svo eru, já, eins og ég segi, skattalækkanir, það er afslættir af virðisauka, þau hafa verið að fjárfesta í tækni innviðum, þú veist, í neti, 5G og öðru í heimalandinu til að gera bara aðstæður bærilegar fyrir fyrirtæki sem að vilja koma og setja stað í Chile. Og þau hafa verið að leggja aukna áherslu á tæknimenntun og fleira, þannig að þú veist, það er ýmislegt í gangi í Chile. Þetta er dálítið spennandi land. Nú, stærsta fyrirtæki Chile, sko, tæknilega séð er það fyrirtækið Banco de Chile, sem að er banki. En svona fjármálastofnun, segja sumir. Já, sögulega hæsta fyrirtæki er í rauninni það sem heitir Sociedad Química y Minera. Ok. Og þýðist? Ég veit það ekki. Ok. Þetta er fyrirtæki sem að, já, meðal annars er í lithium bransanum. Og 2022 var, þú veist, fóruðu yfir 30 miljardar bandaríkjadollara í markaðsvirði, eru núna í 11,8 og hafa náttúrulega lækkað talsvert, sko. Þetta var ákveðin svona, gengi sveiflað þarna í COVID, eitthvað svona hype. En Banco de Chile er aðeins ofar eins og staðan er í dag 12,28. Nú, þetta ég ætla að kalla það SQM, þetta fyrirtæki, Sociedad Química y Minera. SQM er sem sagt stærsti lithium framleiðandi heims. Já. Og eins og ég segi, lithium er auðvitað gríðar mikilvægt í þessum orkuskiptum. Þannig að þetta fyrirtæki er svona, já, alla jafna að mér sýnist hefur verið svona stærst. Það hefur verið sveiflukent, sko, en þau eru í alls konar framleiðslu, eru með sólar, hvað heitir þetta? Sellur og allan fjandann, sko. Þannig að þetta er svona, já, þetta er stolt þeirra Chilemanna. Við förum ekkert á þeirra. Nei, ég ætla að taka saman markaðsvirði á þessu fyrirtæki per íbúi. Já, þarna hvaða? Það er ekki nema $598 per íbúi. En ef þú tekir Banco?
Það bara rétt aðeins hæra, 600 og eitthvað. Já, ok. Þannig að helvítis högg, maður. Já, það var nú talsvert stærra Ítalíu og Japan líka. Allt þetta hjal Chile og svo er þetta fokkin 500 skipti dollara. Ekki segja þetta, ég meina, þetta spennandi það sem að gera What the fuck? Sko, Japan var með 2320 per íbúa. Þetta bara smánu, það svo sett að stilla þessu öllu upp til að niðurlæga. Kaupmáttur þarna í Chile þú veist, talsvert læri, sko. Heldur en annars staðar, bara og í Suður Ameríku almennt. Þú veist, þess að ég segi, þau eru með 17.000 kannski per capita sem að þykir mér þess að bara hátt í Suður Ameríku. Þetta ótrúlegt. Þannig að þetta svona umfjöllun mín á Chile á hundaveði. Ég vildi drífa með þessu til að hleypa þér að. Gaman að þessu. Svo óþolinmóður. Gaman að kynnast líka nýjum löndum og svona. Já, ég skemmti mér konunglega við að leita þetta uppi. Ætlaðir ekki að vera með eitthvað svona OnlyFans stuðul? Hvað eru margar? Nei, ég held að ég sleppi því núna. Eða mörg? Ég held við eigum það bara inni. Stjórnur, það á þinni uppáhaldssíðu. Hvað segirðu? Varstu með síman ætlaðir að Market breakdown á Hermes. Þú þekkir þetta ekki? Leðurbutturnar maður, Birkin og Kelly. Ég googlaði þetta þá fattaði ég þetta svona luxusvara. Luxus? Supreme fucking luxury. Já, þetta svona, þú veist, Louis Vuitton og Gucci, þau eru undir þessu. Já, það er þannig. Gucci. Fólk sem að Hermes skeini sér ekki með Gucci, sko. Þetta Supreme, sko. Er þetta franskt? Já, heyrðu, ég er komin að það. Sko, listing price, bara til að gefa þér svona lítinn teaser á þessu, talaðum að ein taska kosti $10,000 ef þú fær að kaupa hana. Shit. Eftirmarkaðurinn 50 til 100.000 $. Þetta er eiginlega meiri sko sveiflur í þess en Rolexinu. Það er verið að stýra frambúðinu þarna. Byttu fyrir, ég kemur að það. Allar þessar töskur eru handgerðar og það fylgir sögunni að taki svona 16 til 25 tíma að búa til eina tösku. Okay. Aðeins Hermes. Helviti góð tíma alveg þá fyrir starfsmenn. Ég talaði fyrir sjálf. Þú mátt reikna það reyndar fyrstu slærði svona upp. Efast að það endur spekli. Taktu mín og Max tímagjald fyrir mig, sláðu þér. Sko, Hermes eru stjórnað í dag af Axel Dumas sem er hvorki meira niður minna. 7. kynslóð af Hermes Dumas fjölskyldunni. Okay. Félagið skráðamarkað 248 milljarðar í market cap, annars stærsta luxusfyrirtæki í heiminum. 248 milljarðar? Já. Bandaríkjadólara? Já. What? Á eftir Moët Hennessy Louis Vuitton sem er 438 B. Hermes treytar á 51 earnings, 11 HM 20x, þannig að þeir eru alveg vel præsaðir. Það sem er áhugavert er hins vegar að 11 HM veldið er byggt upp á húsum, House of Moët, House of Hennessy sem við þekkjum með einhver 75 vörumerki í 13 flokkum á meðan að Hermes er bara með flaggskipið Hermes og saga félagsins eru engin undirmerki undir Hermes eða? Ekki að mér sýndist þú veist, brandið er bara Hermes og þú veist, þetta eru samt á tímabili var þetta held ég orðið 30.000 vöruflokkar sem voru að selja, það hefur síðan aðeins gengið niður en hérna, sagan hefst 1801 með fæðingu Thierry Hermes og 1831 1801 já. Það er bara 300 ár síðan skilur við þú mátt svona reikna í beinni 200 en hérna eitt upp á framburðin, þetta lesist Hermes ekki Hermes sko, þetta er fransblóð í dag en Kauði fættist í Þýskalandi hann flyst til Parísar og upp á 1837 er hann orðinn stærsta nafnið í svona leður svona hans búlla í París 1837 hann er þekktasti leðugerðamaður Frakka og saga Hermes hefst 1837 á þeim tíma þetta var kallað ateliers þá var hann aðalega að búa til söðla, nakka, píska einhver svona leðuvörur fyrir hestreiðar og þetta útskýrir meðal annars af hverju logoðu með hest að þú varst búin að kynna þér það hafa þið haldið logoðinu bara já, það hafa nú tekið einhverjum breytingum sko, orðspor þessa manns óks þannig alla Evrópu upphaflegt logo er bara, það er mér sýnist að vera bara hestkerra já, eða þú veist það er þessi hestatengi en sko, orðspor þessa manns í Evrópu var orðið slíkt að hann var orðin konunglegu leðugerðamaður fyrir krúnir bara vítt og breytt Evrópu og svo upp úr 1920 þegar sonur hans er tekið við þá var vandið þeim fyrir höndum
það eru komin bílar á götuna. Já, það er mitt. Og hesturinn á undanhaldi. Þá þarf að fjárfesta í nýsköpun. Já, Hermes í smáklípu. Sonur hans, Emily, ákvað að taka fyrirtæki í nýjar áttir og fór að búa til farteski, það er að segja hérna töskur, húsgögn, buddur, föt á kalla, föt á konur, skartgripi, sandála og meira að segja rennilása. Hann reyndi margt, hann reyndi allt. Síðan það á ákveðnum tímpúnti að hann ákveður að gefa tengdasinn sínum, Robert Dumas, þaðan kemur Dumas nafni inn í Hermes Dumas fjölskylduna sem stjórnans í dag. Hann gefur Robert Dumas lausan tauminn eftir að hann hannaði töskuna Sac à Dessert, sem að á seinni árum var þekkt sem hvað? Ég veit ekki. The Kelly Bag. Þetta er upp á 1930. Ég veit þetta. Það er hins vegar 26 árum síðar sem að taskan slæri í gegn, hugsaðir. Hann býr hana til 1930, hún slæri í gegn 1956. Þetta er einn frægasta saga tísku iðnaðarins þegar að Grace Kelly, sem er fræg, eða var fræg, kannast við það nafn, sem var gift prinsinum á Monaco, var paparötsuð að fela Baby Bump, kúluna, vegna þess að hún var ólétt. Paparazzi, googlaði þetta bara, Grace Kelly, Kelly Bag, paparazzi. Hvað hétt hinn taskan sem þú talaði um í síðasta þætti? Sack, já, Bollybag. Boggobag. Boggobag, já. Bogbag. Þetta er ekkert bogbag, sko. Við þetta springur taskan út og það er samt ekki fyrir 1977. 47 árum tæplega eftir þessi taska er búin til sem hún verður bara officially known as the Kelly Bag. Nú spyr ég þig, hvað er verið að framleiða hér á Íslandi í dag sem á eftir að slá í gegn eftir 26 ár? Þú veist, hvað er verið að framleiða á Íslandi í dag? Mér finnst margt, sko. Erum við að tala um eitthvað frá Meta Sport? Já, ég var að hugsa um Meta. Það er búin á brjáluðum árangri. Eru þau að gera einhverja hettupeysu sem slæðir bara í gegn eftir 26 ár? Stórlega vartum að þetta fara einhvern tímann út í Luxury. Supreme Luxury, sko. Það er ekki sérstæður. Við erum að mínum að með nokkuð spennandi, sko. Svo erum við með Happy Hydrate, sko. Það er alveg sjátt líka, sko. Við erum að tala um bara barnabarn Paris Hilton er að fá sér Happy Hydrate á einhverjum bar í Miami þunn eftir 26 ár og þannig slæri það í gegn. Þetta er þannig dæmi, sko. Þetta er 26 ár. Ég skil ekki segja hvað meira, ég veit ekki. Collab? Getur verið. Collabið, maður. Heyrðu, önnur mantra hjá fjölskyldunni eða svona fyrir utan möntrunum sem ég náttúrulega spóla yfir og hendi í lokin er að Axel Dumas, framkvæmdastjóri, hefur iðulega haldið í fram skapaði þrá. Create desire. Og víkuð þá söguna að The Birkin Bag. Veistu hvað þú kaupir Birkin? Nei. Það er ekki hægt að lappin í búð og kaupa Birkin. Þau eru með þetta öfugt. Þau ákveða hver og hvenar einhver má kaupa af þeim. Ok, það er reyndar bara svona Supreme Luxury. Það er eitthvað next level svona frambúðstýring. Þú velur hver fær að kaupa. Já, það er bara eins og Þetta er eiginlega bara öfugt, þetta brýtur við öll lög hagfræðar. Hugsaði ef að Hagkaup tækið upp og myndir lappinn og bara, ef ég ætla að fá Happy Hydrate, nei. Þú bara fittar ekki, sko. Við ákveðum hver fær Happy Hydrate. Þetta er svakalegt. Heyrðu, gaslýst sögurskýring bak við það. 1981. Hrútskýra eitthvað núna? Já, ég ætla að hrútskýra þetta fyrir þér. 1981. Jane Birkin, vinsæl bresk leikona, er á leiðinni frá Paris til London. Situr hliðin á manni að nafni Jean-Louis Dumas. Er þetta kveikja? Dumas, eitthvað tengt þessu. Já. Þú veist hvernig þetta er, dama við hliðina í flugi, smá daður, ekkert faður. Þú kannastu þetta? Já, potið. Dumas sér að Birkin er með tösku og segir, þú ættir að fá þér tösku með vösum. Pockets, það er bara svona utanliggjandi eitthvað. Hún svarar, hún veit ekkert hver þetta er. Daginn sem Hermes gerir tösku með vösum, þá fæ ég mig svoleiðis. Dumas, sjarmurinn sem hann var, hendi þá í línuna, en ég er Hermes. 3 árum síðar var búið að taka The Kelly Bag, breyta henni lítilega svo hægt var að koma á hana vasa og hún var komin í sölu 3 árum setna. Hún er eitthvað íkon, sko. Birkin Bag heiti það í dag eftir þessu mómenti. Birkin og Kelly, þetta eru sögurnar þeirra og þetta er svona mantran sem að allir framkvæmdastjórar síðastlega 4 kynslóða hafa sagt hjá þeim. Við erum að selja tíma. Hermes is selling time. Og dýftin á bakvið það er að þau eru að selja sögu sem er ekki hægt að replikera.
Okay. Að þeirra eigin sög. Þetta skemmtileg filosofía. Já, en ég meina þú tekur þetta. Þú getur ekki keypt aftur tíman. Tíminn vinnur með þeim. Svona var þetta til. Heyrðu, aðeins með frambúð á þessu. Sko, má ég skjóta þess inni? Ég búin að slá upp hérna með að taska kosti $10,000. Já. Þú veist. Það lágmark. Það sturlað verð fyrir tösku. En þú veist, maður hefur nú síðan aðeins. Þú sagði að það tekið 16-25 tíma að búa hana til. Já. Sem gefur okkur ef að gangverðið á töskunni brotið niður á þessa tíma, þá tímaverðið 85.000 krónur gefið að hún sé framleitt á 16 tímum, 54.000 krónur ef hún framleitt á 25 tímum. Sér það. Þannig að þetta ansi dýrt tímakaup sem við verðum að selja þetta. Ég fór ekki dýptin á því, en það eitthvað 3 ára prógram fyrir fólk að læra að búa til þessar töskur. Það svoleiðis. Það eru ennþá hérna bara sauma þetta ekki vel út af því að það eitthvað heldur betur. Óhugavert. Og þannig byrjaði þetta. En sko, aðeins með frambóðu og stýringuna á sölunni. Það ekki vita nákvæmlega, en þau framleiða á bili 20-50.000 töskur á ári. Hvað sagðirðu? 20-50.000. Mainstream tösku framleiðandi eins og Coach, sem ég veit ekkert hvað er að selja 1 milljón taskna á ári, bara svona handbag. Þannig að þetta bara klink sem þau eru að framleiða. Pierre-Alex Dumas fer yfir hverja einustu tösku sem fer út. Og ef hann sér galla, þá er neitt. Það held ég einhver af afkomendunum. Já. Væntanlega einn af eigendum. Já, Podium, það er konsept sem við höfum örgulega ekki heyrt áður. Tvisvar á ári, þá 1000 sölufulltrúa út allan heim, búið til Parísar í höfuðstöðarnar í kynningu á öllu sem í pípunum, sem sagt bara svona katalógin hvað að framleiða og svona. Vandamáli að það mun enginn vita hvað hann fær af hverju. Það að segja að þau að kynna fyrir því sem að koma, en þú veist í rauninni ekkert hvort þú sért að fara að fá eina tösku eða enga. Og þetta gert til að búa til eftirspurn í gegnum alla virðiskeðina, þannig að þau byrja að selja að sé eitthvað í pípunum, en veit ekki einu sinni hvort þau eigi það. Það náttúrulega bara svipað eins og Apple og þetta, þú veist, þau vissulega kynna yfirleitt vörur sem samt að koma á markað. Sem að verða síðan seldar öllum, sko. Þetta svona eins og en þetta Hermes, sko, ég var að skoða þetta 44. stærsta fyrirtæki í heimi samkvæmt markaðsvirði. Þetta conglomerate. Þetta áhugavert. Sko, þau eru að auglýsa hver á leiðinni, en það veit enginn hvað hann er að fara að selja. Hvað segja hann? Þau eru að skapa þrána. Create desire. Þú ert ekki að kaupa Hermes eða sér annað, það getur enginn lampað inn og keypt tösku. Nei, þú getur ekki núna ekki Hermes verslanir sem sagt. Jú, en þú bara getur ekki lappað inn og keypt tösku bara on the spot. Þú þarft að vera með samband við sölufólk í hverju búð og helst að búin að sanna þið með að vera búin að byggjað upp, kaupa aðra hluti áður. Já, hérna þetta bara svipað eins og Rolex bara í raun. Já, fyrir utan gaurina sem fá bara lappin í Rolex í hérna Mikkelsen og selja það svo viku seinna. Eru þeir ekki búin að byggja upp einmitt sögu? Jú, en það svona yfirleitt talað að það sé tekið fyrir að menn séu bara að flippa þeim, sko. Það svona aðeins fengið að viðgangast. Ætli það sé eitthvað þannig á þessu? Nei, það virðist ekki vera. Þetta alveg strikt. Það var gerð þáttur í Sex and the City ferðlega að kaupa Hermes-tösku. Það var verið skrifað bækur. Þetta svakalegu prís á þessu. Þeir eru að selja bara einhverja skó á $1,200 Já, slagorðið hjá fjölskyldunni We're selling time. Heyrðu, loka hlutabréfadjús og til að tala um þau áðan. Upp úr 2000, það voru Fótur og Fit. Þegar kemur að ljósa Arno okkar, úlfurinn í af Kashmir. Já, var komið 23% af bréfum í félaginu í gegnum svona equity swaps kringum nokkra banka. Var bara búin að vera að byggja sig upp stöðu í Hermes. Okay. Hermes fyrir á markað 1993 til að losa út ákveðin oppa af fjölskyldunni sem vildi bara fá pening. Og þarna einhverju setna komast þau að því að þeirra helsti keppinutur er búin að vera að kaupa í þeim. Ég held séu upp á 2010, það var krísufundur, 50 afkomendur sem öll átti í Hermes, Dumas fjölskyldunni, breyttu samþyktum hjá sér, semast í fundinu sem að á þetta og félaginu, þannig að komið ákveðin neitunarvald á sölu / forkaupsréttur hjá hverjum einasta meðlim fjölskyldunar. Og þau ákvaða líka kjör, þannig að þetta er svona einskonar handjárn á alla hluta. Þannig að ef þeir selja þá verða þær að láta bréfin til annara í fjölskyldunni á einhverjum fixed prís og fá fastar arðgreiðslur. Og það segir að á einhverju ári hafi verið greiddur $1 milljarður sem sagt inn í þennan fund sem að fór til þeirra fjölskyldu fund, er þetta ekki svona trust fund bara? Jó, þetta er eitthvað svoleiðis, ég er ekki alveg með þennan mekanismu hreinu.
Þetta er mjög algengt í svona fjölskyldu arfleið að sé einhver trustfund svona. Já, og á endanum var þetta til þess að Arnó bakkaði, hann á 2% í félagin í dag, en fjölskyldan er með 67% og metin á 160 B. Sko, fyrirtæki sé ég er metið á, já eins og þú segir, er í kringum 240 miljardar bandaríkjadollara. Tekjur félagsins voru ekki nema 13,5 milljarður evra. Já, þau eru að treyta, hvað var það? 50 sinnum tekjur eða eitthvað? Þetta er bara sem í 20 sinnum tekjur. Já, 20 sinnum tekjur, hvað var ég með það? 51 sinnum hagnaðar. Já, hvernig make up the sense? Þetta er bara prestige, supreme luxury. Högnuðust 4,3 milljarði evra 2023. Ekki það þessu? Þetta er bara, ég bara skildi ekki. Þetta er yfirverðlagt, séu sumir. En áhugavert. Áhugavert, já, ekki spurning. Ég þakka fyrir þetta og allt var þetta í boði hvað Símans Pay og Apparatus. Það eru 4 Hermes-töskur inn í Símans Pay sem ekki veit af. Ég held að örfa að liggja á þessu, sko. Já. Hann og Orri, þeir fóru saman í einhverja ferð til London Guðanabænum, gerið bókarinn greið farið í Síman Pay og þá verður þetta allt miklu léttara, einfaldara, þægilegra, spara tíma og bara fyrir alla. Þetta er supreme luxury fyrir bókarann ef þú ert í Síman Pay. Þægilegur upp á allt utanumhald og allt þetta bók. Farið inn á Síman Pay og forvitnastu. Þú getur sendt inn og þau heyra í þér bara með þetta sami. Opið fyrir skráningu. Þökkum Símanu Pay fyrir og ég vil sömuleiðis þakka Apparatus auðvitað fyrir sitt framlag. Nýlega settuð út danska Dominos-appið. Ég líka snildin. Alveg komin tími til. Ég tók status á mínu fólki í Danmörku. Þau sagði þetta er game changer. Dominos nefnilega, sem fólk veit ekki að Leifur sagði hann sjá með Dominos úti eiginlega fokka þessu upp sko. Í Danmörku? Já. Það voru alls konar sögur hérna með bara að vera rotturinn á veitingastöðunum og annað svona 2 ár síðan. Íslendingarnir eru held ég eitthvað að færa sig inn í DK og mínir heimildamenn í Danmörku Birgir er komin þarna sko. Já, þau eru strax byrjað að sjá munið, það sé bara appið eitt og sér breyti bara leiknum. Ísland með Apparatus í fararbroddi er að sko bara Dominos, þetta er bara, hvað segir maður, þetta er svona fordæmi, bara fyrir allan heiminn. Nú hef ég heyrt af ráðstefnum sem að Ási hefur nú sótt vinur okkar og það er bara að tala Ísland sem bara wonderið í þessu leik sko. Þetta er bara gjörsamlega sturluð upprisa og nú fleiri lönd farin að líta til Íslands í þessu. Það viltu vera hluta velgengni, þá viltu hluta af Apparatus. Það viltu hluta af Apparatus, við þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið. Herðu, ein hérna pæling. Já. Myndirðu spotta það ef ég mæti einn morguninn í þessari ljótu það sína þér PQRs. Þetta er Hermes eitthvað? Já, þetta er Hermes bólur á $650. Ói, þetta er svona ælugræn, svona niðurgangsgræn litur sko. Shit, ég verði að kaupa þetta sko. Þetta er, já, þú veist þetta. Ég ætla ekki að fá neinn laun fyrir pingun í mánuðum. Ég ætla að fá 2 Hermes bóli. Búðu til Desire og þá eru þeir allir vegi færi sko. Já. Shit, það eru derhúrið á $600 sko. Þetta er alveg. Ég öfunda svo fólk sem er í þessari stöðu að geta stýrt framboði eða bara verðlagt eitthvað svona sturlahátt, fá eitthvað svona hæp í kringum. Ég átt að hugsa mér bara að þú ert kannski Fortnite, eigandi Fortnite. Þú getur bara búið til endalaust að drasli bara einhverju stafrænu og fólk kaupir þetta bara á $500 bara í gegnum búðina. Fortnite? Já, bara ég ætla að búið til einhverja byssu sem er bleik og gerir þetta. Já. Og þú veist, og þú bara fann að selja hana, þú veist, en þú selur eitthvað eða skinnið eða whatever, skilur. Ertu ekki að tala um að selja síðan bara eina hverju? Já, það er náttúrulega allur gangur á því, þú getur. Þá værið að limita frambóð, skilur? Já, þá værið að gera það, en svo er ég að segja bara að þú komið þannig hæp, þetta er bara basically að þú ert vinsæll málari. Þú veist, ég ætla að prenta 51 tök af þessu í dag og selja stykki á 100.000. Og þetta selst upp svona. Já, rétt. Þetta er helvíti góð staða til að vera í. En, já, herðu, erum við að slá botnin í þetta? Ég nefnilega sko... Ég er með 2 punktaði viðbútt. Já, við erum búin með klukkutíma og það er verið að taka stúdíóð af okkur hérna núna sko. Herri, já, fuck. Þannig að fattaði það ekki? Já, þannig að við verðum eiginlega að fresta þessu. Ég er náttúrulega ennþá auðvitað með, ég er alltaf að lofa, ég líka greinilega að hlustendum, ég er alltaf að lofa Alibaba umfjöllunum minni. Já. Fyrir entrepreneurs, það verður því miður bara bíða þangað til, já, hvenær erum við næst? 8. nóvember. Það er bara því miður þannig. Við bíðum. Kæru hlustendur, við þökkum fyrir. Já, segjum það, bless.